Dr. Fútból heilsar á föstudegi. Það svo stutt í jólin og jólingjöfin í ár auðvitað Dr. Fútból inniskónir. Velkonir. Takk fyrir það. Og Hjálmar. Takk hérlega. Takk fyrir að fá okkur. Hjálmar, ég hérna með fyrir strákiðin hérna. Já. Þetta hér. Þetta var semst uppselt í 42 og 43. Þók sem sinni mínum þá voru teknir margir svona skór. Og he's killing my business. Við erum að koma þessu út til krakkana. Þetta fyrir Loga Hjálmarsson. Sko, drengin sem að sko, þú nefndir barn til þess að verða formaður samfylkingarinn. Ættu þessi. Hann að fara að gera líf okkar allra verra í framtíðinni. Áramót 2050. Logi Hjálmarsson hækkar álögur á allt og alla skatta. Ég get lofaði því að hann ekki á leiðinni í samfylkinguna. Þú skýrðir barnið til þess að taka á í samfylkingunni. Það verður að kyngja því og ég laka til þegar hann fer að hækka eitthvað á mig. Einhver gjöld. Einhver góð gjöld. Hann hefni sín áður fyrir þetta. Já, hann hefni sín áður. Hann reytar þakka fyrir skóna. Finnst þetta ekki fallegt svona? Geðveikir. Já. Sjáuð þetta. Já. Og það svo mikið gæði í þessu líka. Já. Þetta ekki ekki. Þetta nefnilega mjög flott. Ekki vera feimni við það ef það einhver verk fyrir jólin sem þið treyst ykkur ekki í að auglýsa á Gekko. Já. Þið ekkert minni menn að kunni ekki að setja eitthvað dót upp og svona. Eitt sem ég var að spá. Já. Ég var að baka sörur í síðustu viku. Og klúraðir í? Ég klúraði. Já. Nenni ekki að byrja upp á nýtt. Nei, fáðu bara einhvern nýtt. Er einhver sens að fá einhver til að baka? Ég legg til að fá góða konu í þetta. Já. Já. Ég er aldrei... Ég var alveg klár. Já, þannig að... Stendur ekki á mér. Þarna getið þið gert... Að það er í lagi þínu. Já, það er í góðu lagi. Jólabjórinn í ár er Lillejul frá Túborg. Þetta er íslensk, bara uppfinning. Þetta er Lillejul frá Túborg. Þú getur keypt Lillejul og venjulegan jóla Túborg að sjálfsögðu hjá Smáríkinu. Og það er óvægt að segja að Lillejul hafi farið sigurför landið þó að ég sé alltaf meira fyrir traditional bláa, gamla, góða jólabjórin. Já. Ég er þar. Já. Heyrðu, það er komin einhver smábandapizza hjá Dominus. Væ-pizzan. Og þetta er bara til að ergja okkur Eurovision kallana. Þetta minnir mig á Eurovision góðu tímana þegar við vorum með í Eurovision. Og nú er náttúrulega spurning fullt af þjóðum að snúa tilbaka, sjá það að gleðin er þarna og ég meina Búlgararnir og Moldova og Rúmenía. Já. Þau vilja vera með í partíum. En nú hlakka ég til Þjóðapúls Gallup er að fara að spyrja fólk núna hvort við höfum vera með á Ólympíuleikunum í vetraólympíuleikunum. Það hlýtur að vera næst. Þannig að ef Þjóðapúlsinn er neikvæður fyrir því, þá verðum við ekkert með. Nei. En Dominus Pizzan, hún vekur fram Eurovision minningarnar. Þarna var gaman að vera til. Já. Þarna var nefnilega gaman að vera til. Heldur betur, væbararnir fóru á kostum. Fitnessport, þeir bjóða núna upp á sendingar beint heim með volt. Þannig að þið sem eru að fara í píluna, það er allt til fyrir píluna hjá Svavar í Fitnessport. Þannig að beint inn á síðunni og honum og láttu senda þetta beint heim. Það er alls konar vítamin og margir búin að veikir í þessari viku þessi flensa og hún býtur á alla nema okkur. Já. Hún bara neitar að býta á. Það er svo magnað. Það er alveg ótrúlegt hvernig við verðumst að vera ónæmir fyrir þessu. Já. Það er 1978 síðast hjá mér. Já, veikur þá. Já. Aldamótinu mér, 2000. Já, þetta er magnað. Það er í flensu þá. Já, Tjekklandbergur skoðun 15% Dr. Fútból sendi check. Það var spurningin. Tilbúindengi. Þetta er síðasta spurningin ykkar fyrir jól. Já. Þetta er með tölvutek. Ég gleymi því alltaf. Ég tala nú alltaf Ninja ísvélina, hún er pottit uppsett. Það hlýtur að vera. Já, hún er það. En Nintendo Switchið, er ekki örugglega til nóg af þeim? Jú, ég myndi alltaf. Jó, það er áblega eitthvað til af henni held ég. Herði, má að sjá, ég er hér með spurningu fyrir ykkur. Ef einhver eftir að kaupa fyrir mig jólagjöf, þá er það Ég er með spurningu hérna fyrir ykkur. Já. Tilbúnir? Já. Jú, Þetta getur orðið eitthvað. Já. Þetta getur orðið eitthvað. Hver skoraði mark Bayern München gegn Manchester United árið 1999? Það er bara muna allir eftir leiknum 1999, 27. Mæ. Þegar að Solskjær og Sheringham skoruðu mörk Manchester United, en hver skoraði fyrir Bayern? Og fyrir þá sem eru að leita sér að skónum, Dr. Fútból skónum, þá verða þeir til í boltamannunum líka. Ég geti keyrt inn í boltamann og sótt á bara þar. En Dr.Fútból.is verður á flegiferð og ég verð að viðurkenna Doxon sokkarnir og 10 sokkarnir og glæsilegir, bólitir, allur pakkin er þar. En spurt er hver skoraði mark Bayern? Þetta er ríkalega góð spurning. Já.
Jöfnviti, hver var það maður? Sko, hann var rauðbyrkin, hann var ljósari yfirlitum. Hann svona nær þér samt í hárgreiðslu núna. Já, Já. hann komið þangað. Já. Hann komið þangað. Já. Maður sem tapar 4 leikjum í röð, hvað, hann er í Vesinni. já, hvað, annað sem er svipað á vesen Hann er í Babba. Bobba. Bobba. er hann ekki Basli? Hann er Basli. Já, Sebastian Basler. Það næstu í? Já, býtu. Sebastian, er það ekki? Nei, hann er í Basli. Já. Já. Basló. Nei. Mario Basli. Ég var með þetta. Þú varst alveg með Já. þetta var flott hjá þér, þetta var frábær framistæði hjá okkur og þetta er algjörir fótbolta heilar sem ég er með hérna í Dóttor fútból menn sem að þekkja Ég vil manni eftir þessu. enska, þýska knattspyrnu, allan fótbolta allan heim, inn út. Þetta var skemmtilegt. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég meina bara eins og hérna þegar við vorum að fara í þú lígur hérna síðast og ég gæti ekki nefnt 2 leikmenn sem að vunnið prem og heimsmeistarmótið. Það er nú bara til skammar. Já, þetta er bara Þetta bara er samt under the light skunni, þá er þetta allt annað leikur. Ég veit leikur. það, en pappi Þetta er hringdi allt eftir annað leikur. þátt og sagði þú ert kannski frábær manneskja, þetta var ekki Nei, þetta var ekki þitt færi. Þetta var pabbi þinn? Já, pabbi hringdi. Eðlilega var hann ekki sáttur. Ég meina, það verður að vera eitthvað standart á þessu. Ég er ekki sáttur og sonur minn geti ekki nefnt fyrir en 2. Ég get viðurkennt það. Nú, já, við skulum fara að páranka með Dynout. Gjafabréfin eru þetta jólagjöfin í ár. Dynout.is og þetta er yfir 400 veitingastæðar á Íslandi sem taka við gjafabréfum Dynout og við skulum páranka með Dynout og það er engin annar en Hjálmar Jóhannsson. Já, ég er núna Hjami Jó. Ég er með sko, þetta er alltaf verið, núna við erum að detta í janúar og þá fara allir að taka sig á eins og þið þekkið og við erum með fitnessport hérna með okkur með Dynout og þetta borða holt og allt það. Já. Topp 5 bestu kúrar sem ég hef farið á. Já. Og ég er nú einn harðasti kúrakall sem Já, ég finn. þetta er eitt styttist í kúrasísonið í janúar. Ég byrja strax á þeim sem ég var styrst á. Já. Og það var Hollywood-kúrin, ég veit ekki hvernig muni eftir honum. Það var Hollywood-safa sem hún seldir í Hagkaup og það að drekka bara safana. Já. Og ég náði einhverjum 18 klukkstundum á honum. Það var rosalega. Fyrsti safa-kúrinur, þetta er 1990 eitthvað. Já, svo fór fyrsti safakúrin. Já, svo fer ég í eitt kúr sem síðar, notabenni, fer á flug. Og það er barnamatskúrin. Þá hugsa ég. Þetta hef ég heyrt. Já, það er nefnilega málið. Þetta hefur verið heyrt. En ég vil meina að ég hafi svolítið undan. Því að þetta Jennifer Aniston fór á þetta. Já. En ég fer í matabúð og sé bara fullt af barnamat. Ég hugsa, okkur erum ekki að borða meira barnamat. Það reynast sem þú færð. Já. Það er bara besti matur sem þú færð. Þannig ég keypti ógeðslega dýr því að krukkan, bara ein lítil krukka af einhverjum stöppuðum kjúkling. Hún bara 900 krónur eitthvað 1999 sko. Þannig að þetta var allt á dýrt. Það var nummer 4. Melónukúrin var nummer 3. Og þar fórum við nokkur í Brimborg. Það var svona vinnustaður sem tók sér allir saman og allir fóru melónukúrin. Og það var dugði helviti skamt og hann var eiginlega svo allra versti. Það var bara melón í öll mál og ég hef alltaf borðað melónu síðan sko. Það var hrikalegt. Annarsætið og það er keto. Það bara var ekki mitt. En það var samt það sem ég náði mestum árangur á stystum tíma. Þannig ég set hann í annarsæti. Komst einhvern veginn í þetta keto ástand? Ketósis ástandið, Nei, þú náður aldrei að komast í það. Nei, ég náður aldrei að komast í það. Það er vist eitthvað rosa ástand. Þannig að fókusur eitthvað svaka mikið, eða ekki? Vottaðu fyrir það. Besti kúr sem ég farið á, 5-2. 5-2. Fastaði 2. Fastaði 2. Ég var bara Kentucky í 5 daga og svo bara engu í 2 daga. Herðu, það runda mér. Það er besta sem ég nokkuð til að farið á. En 5-2. Hvernig er það eins og fyrir bara upp á fjölskyldulíf og svona að vera að geta ekki 2 daga? Er það matur? Pappi bara situr og horfa á Viaplay út í horni. Já, þetta voru einhverjar, ég man ekki hvað það voru marga kalóri, það var eitthvað fárán og lítið, það var eitthvað egg og rökkbröð eitthvað líka, og maður beið bara eftir að geta fengið sér egg og rökkbröð. En ég dugði lengst í honum og það rundaði mér, hann var hellaður. En svo breyti honum, það var 2 dagar röð, ég fór á mánudegi, ég var á miðvikudegi, tók alltaf 1 á milli. Þannig að þá var maður svona meira til að, já, svolítið klókur þar. Svolítið klókur þar. Ég þarf, sko, það er röndar ekki kúr, en ég þarf að koma þér í leftrækið.
Ég er með þetta lagstætt, fara að vikta matinn. Já, ég er að fá þig bara til þess að heyra þess Inga. Já, ég veit að Ingi búin að heyra í mér, alveg heillengi oft. Aðeins bara... Ég er að mikla þetta fyrir mér eitthvað. Ég er að mikla þetta fyrir mér eitthvað. Balansera sig, aðeins átt að sjá einhvern veginn hvað maður að setja í sig. Ég er alveg til í það. Hvað maður að setja í sig. Já, við slum skoða þetta allt saman. Mér vantar einn og einn betta en... Já, það er nú ekki... Fyrir bara að hinga svona, gerum þetta svona. Drengir, Happy Hydrates eru vinnir Dr. Fútból Happy Hydrate auðvitað með kreatínu góða og ég held að það sé nú ástæðan fyrir að ég verði ekki veikur því að ég fann það að var eitthvað að sækja á mig. Þá fór ég bara og fyllti mig að steinutum og söltum og ég ítti flensunni frá mér. Fínt að taka það og kreatínu svo bara í kjölfæri. Já, það er mjög, það er alveg hárrétt hjá þér. Nýri leikmaður á leiðin til Breiðabliks, Gunni? Já, það stefnir allt í það og Ólafur Ingi neitaði ekki fyrir það í gær og svo heyrir maður meira af þessu núna í morgunsárið þannig að þetta verði ekki bara kynnt á annarkvort bara í dag á morgun. Jónatan Guðni sem að er að koma frá Norrköping og ég held að þú veist, maður náttúrulega sá hann spila fyrir Fjölni en hefur svona, þú veist, ég ætla nú ekki að segja að hefur ekki gengið upp hjá Norrköping því að þú veist hann fekk vissulega tækifæri, ég held að sé komið með einhverja 11 leiki eða eitthvað fyrir Norrköping en þeir náttúrulega fara niður og hann hefur greinilega ekki metið það sem vænlega hann kosta að halda sig þar. Ég hef heyrt að Súperettan sé besta B-deildin í Norðurlöndum. Ég held að það sé bara nokkuð rétt þér. Ég held að hann klukka 63 mínútur í 10 leikjum. Já, ég skal alveg kannski gíra þetta aðeins tilbaka en ég veit ekki, þú veist það var mikill áhugi á honum, veit ég, þegar hann fór út. Hann er búin að spila marga yngri landsleiki og annað slíkt, en svona sprakk svolítið út í þessu úrslitaeinvígi þarna fyrir Fjölni, sérstaklega á móti Aftureldingu, var frábær þar. Valsmenn voru eftir honum líka. Og þetta svona snýrist á milli Vals og Breiðabliks, hann var búin að svona láta vita að myndi ákveða sig fyrir jól og Breiðablik orðið fyrir Valinu. Þetta er áhugavert því að svona, maður hefði haldið að kantstaðan væri svona eina af þeim stöðum sem að Breiðablik væri nokkuð vel settir í. Eru með náttúrulega Ólaf Val, eru með Aron Bjarna og eru með síðan fleiri leikmenn sem að geta leyst þessar stöður. Svona kannski meira spurningamerki með framherjastöðuna. Ég meina Kristoffer Ingi hefur svona kannski ekki náð að tengja saman nægilega marga leiki heill. Ég spurði aðeins út í hennan leikmann því ég nenni ekki að ræða sendirinn á þarna. Ég vil bara fara að ræða þennan mann. Afsaki ég talið tandur hérna íslensku. Ég hrifnastur henni. Já, sko, ég heyrði að Jónatan væri frábær 1-1. Hann getur sóla alla. Geggjaður. Það er sem ég gera hann að þessu leikmanni sem að menn hafa áhuga á. Og þú vilt náttúrulega þannig leikmann og það var náttúrulega ekki það, þú veist, það var náttúrulega það sem að svona kannski oft vantaði hjá Breiðabliki sumar að Óli Valur kannski fann sig ekki nægilega vel á kantinum, hefur fundið sig seinna meira en þetta er klárlega leikmaður sem að Breiðablik vantar og vonandi að hann slotti vel inn í Breiðabliksliðið. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Strákur sem að fættu 2007, þannig að þú veist vonandi þá springur hann út í Breiðablik og fær síðan aftur tækifæri erlendis. Við verðum að vona það, við verðum að vona að leikmenn fái annan séns erlendis. Já, þetta verðist að vera mjög öflugur leikmaður þarna á ferðinni. Klárt. Já, viðurkenna það. Ég hef ekki séð mikið til hans, þannig að það væri fáránlegt ef ég var að en ég hef bara heyrt þetta. Frábær 1-1. 18 ára. Já. Þetta er ekki kaup. Hvar varst þú 18? Í hvað lið? 18. Þá var ég á milliliða. Já. Var ég nýhættur hjá Fylki og var svona að leita. Já. Hvar varst æfa með hvað lið? Þá var ég reyndar ekki afa neitt. Þá var ég bara í djaminu. Þetta er 91? Já, þetta er 91, en svo 96 fer ég tekið þetta move til Gróttu. Það er svo fræktir. Já, svo fræktir orðið. Þá var það Gróttumenn sem að náðu í Hjálmar. Vonandi finna þær einhvern nýjan Hjálmar fyrir tímabili ár. En við slum kíkja á meira úr bestu deildinni með múrbúðinni. Já, mikið skemmtir jólagjafa hugmyndum í múrbúðinni. Meðal annars að fá verkfærakistu á hjólum. Það er að segja að þá ertu með 3 kistur. Og með þetta hjólum semst ef að tengdamamma hringir getur þú hjálpað mér aðeins þá er ekkert verra að vera með verkfærakistuna á hjólum það finnst mér allavega ekki að tæmi, koma rúllandi með þetta já, og svo minn ég auðvitað á bara mína uppbóðsvél í dag sem er fjölnota slípivélin með 51 auka hlut
Getur slípað allan anskotan bara. Já, bara slípað það sem þú vilt. Það er allt saman til í múrbúðinni, sama verð fyrir alla. Já, pípulagningameistarinn, hann borgar sama verð og þú. Það er eins komið fram við alla í múrbúðinni. Káringar, þú veist, það er svo sem ekkit leyndamála. Arnór Ingvi hefur verið mikið orðað við Káir. Þetta er svo sem verið non-stop, það eru auðvitað konan hans er af konungsættum Káir og Káir Royalty þannig að þetta hefur verið Káir á Keflavík sem að hefur verið rætt og maður svona ég ætla að hugsa það ef að þetta fer í hann er að fara í Káir já, ef þetta færi í eitthvað kapphlaup þeirra á milli að Káir hafi nú betur það því að ég ger nú ráð fyrir því að Arnór Ingvi sem er fæddur er það ekki 94 en ekki að hann er bara á sínum, þú veist, bara þetta eru bara hans bestu ár og vill væntanlega vera í liði sem að getur gert allu að Íslandsmeistaratitli. Er Arnór Ingvi 94? Er það ekki? En ekki 93? Hvort hann sé 93? Maður sjá, Arnór Ingvi hann er fæddur 93. Hann er fæddur 93. Já. Þetta er enga síður bestaldur. Já, algjörlega. Enga síður bestaldur. Og þetta er líka leikmaður sko þú veist, ég held að þessi leikmaður slotti rosa vel inn í hvaða lið sem eru inn á miðsvæðið að því að hann er rosa fitt, þú veist, góður í fótbolta og frábær leikmaður. Já, bara þannig að ég held að þú veist, sama hvaða lið fengjan og stefnir allt í að það verið Káir, þá sé það gríðalegu styrkur fyrir þá. Á Arnór Ingvi Traustason miðjumaður sem að leikur reglulega í treyju númer 9. Já. Það náttúrulega er erfitt fyrir okkur svona hefðar sinna. Já. Þannig að verður reiður þegar þú sér miðjumann númer 9. Já, ég bara vil hafa þetta bara 1-11 og einfalt. Já, en þú vilt alltaf ekki miðjumann númer 9. Alls ekki með númer 9. Að mála númer 23 eða eitthvað, sko, en ekki 9. Nei. Já, 23 er flott. Já. Það er ákveðna, þú veist. Það eru töff, en 9, það ruglar systemið. Já, það er ekkert eins og. Káir fær hann, það er í rosaleg kaup. Já, ég held að hann sé bara á leiðin í Káir. Það er svoleiðis. Já, ég held að sé bara. Frábær ferill og lokar þessu með Káir, líklega. Já, hann fekk auðvitað þessi stóru múf til Rapid Vín og Aþenu á sínum tíma. Og Malmö, náttúrulega. Já, Malmö. Og spila svo leifir New England mönnum að dreyma. Já, leifði New England Revolution mönnum að dreyma tíma. Þetta er náttúrulega, það eru fleiri spennandi fréttir úr Káir. Þú veist, ég veit að það er kannski ekkert eitthvað, fólk er ekkert eitthvað að missa sig yfir aðstoðarþjálfara ráðningum, en enga síður að þá er Hilmar Árni Halldórsson mjög öflug ráðning hjá Káir að mínu viti. Já, hvernig þá? Bara veit fyrir víst og hef rætt mikið við hann, bara mjög öflugur þjálfari með ég myndi segja að hann sé með svona nokkuð svipaða sín og Óskar Hrafn á fótbolta og var í mjög stóru hlutverki hjá Stjörnunni, ekki bara sem þjálfari, heldur líka í svona öðrum spennandi verkefnum sem að meðal annars við svolítið rættum í þættunum með Bjarna Mark varandi tengingu skóla og Stjörnunar í Garðabæ. Já, en hann er að þjálfa meistaraflokkina þarna. Já, ég er að segja bara, þú veist, þetta sé bara hárrétt ráðning fyrir Óskar og fyrir Káir. Og ég genur ráð fyrir því að hann kom inn í einhver fleiri verkefni þarna hjá, ég las nú ekki þessa tilkynningu, en ég genur ráð fyrir að hann kom inn í einhver fleiri verkefni hjá Káir ánaðan, bara virkilega öflugur ráðning. Já, hann er með MA í heimspeki frá Háskóla Íslands. Þannig að sko það bætist á heimspeki þekkingu leikmanna Káir. Já. Og það er, ég myndi nú halda að það væri að finna góða. Já. Þetta er þá ekta kall fyrir Óskar. Já. Það getur þá svona fengið að fletta upp í honum þegar hann þarf að koma eitthvað nýtt skemmtilegt. Það getur náttúrulega ekki brent skipin annað ári í röð. Það er að koma eitthvað nýtt. Já. Og þá þarf að eitthvað að fara sig hana eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að þetta eru tíðindin úr Káir. Já. Þetta var líka bara náttúrulega frábær leikmaður og hefur, veit ég, verið að leggja líka metna í leikrenningar á hana. Já. Það held ég. Já. Já, Dóttar fútból er með teygja og hefur verið þegar ég hef verið svona hálfgerður Herbert þessa dagana. Ég hef verið að rækta minn innri Herbert, hitt fólk á förnum vegi. Já. Það var bara 3 menn fengið gefin skó frá mér. Áski Sigurðsson, Villi Vill og Logi Hjálmarsson. Nú? Já. Það er bara þessi 3. Það fólk heldur alltaf eins og naflinum daginn létt hann að hafa skó. Já. Það held ég var að gefa sér þetta. Já. Nei, ég sá mætti bara með Pósan. Pósan. Já.
Mér finnst það gott. Pósin hérna, sko. Já. Að því ég veit að hann á nóg af peningum, sko. Já. Ég bara, hérna. Já. Maður sá það á svipnum og svona, já, takk. Nei. Borga þetta. Borga takk. Hver þykist hann? Nei, þetta er briljant. Þetta er algjörlega briljant. Teija er með þetta. Fengum sorgarfréttir í gær. Óge Hóræti fyrir landsþjálfari Íslands er látin. Gunni, hann hafði verið veikur. Já, þetta er bara gerist í bara í 1 ár eða? Já, sko, það var nú bara, var þetta ekki bara tilkynnt Mér fannst það bara í sumar. Var þetta ekki bara tilkynnt í nóvember? Að hann hefði verið greindur fyrr á árinu. Já. Þannig að þetta náði ekki ári, sko. Já. Greindist í loki júlí eða eitthvað líka. Já, þetta var skamminu veikindi. Já. Og þetta var svona bara nokkuð bráttað og hann náttúrulega svona samhliða öllum sínu þjálfarastörfum hefur náttúrulega verið líka, þú veist, verið mikið pöndit hjá norsku sjónvarpsstöðunum í tengslu við bæði norska landsliðið og norsku deildina og annað slíkt, þannig að hann var bara algjört íkon í raun og veru allstaðar í Skandinavíu. Rosalega vel liðinn. Og þjálfaði hjá Brøndby, Rosenborg, Helsingborg, Malmö var það út allt, þjálfaði þetta danska landslið. Já, eins og það norska þetta líka. Hann var þjálfari Noregs þegar ég bjó úti í Noregi. Það er svona mín fyrstu svona kannski alvöru kynni af honum. Eftir að hafa gert góða hluti náttúrulega með Rosenborg. Kannski þekktastur á Íslandi fyrir að hafa verið maðurinn sem fór með Ísland á Wembley. Já. Og þegar Íslandingar unnu frækin sigur á englendingum. Svakalega. Þannig að það bara rosa viðkunnalegur náungi. Ég gleymi aldrei blaðamannafundinu þar sem hann var kynntur að bara svakalega, þú veist, gaf sér tíma til að tala við alla blaðamenn sem að kannski margir þjálfarar og aðrir gleyma oft að þetta er svona fólki sem fjallar þig og hann vildi greinilega svona fara af stað á réttum nótum og annað slíkt. Spurði mig meðal annars úti, ég sagði honum að Hilmar Björnsson væri yfirmaður minn, hann náttúrulega þjálfaði hann hjá Helsingborg. Já. Bara kærlega heilsónum og bara rosalega viðkunnulegu kall og maður kunni alltaf vel við að hafa Óge Hóræti. Manni fannst það svolítið töff að hafa hann sem landsliðsþjálfara. Hann var auðvitað ábyggilega einn allra fyrsti normaðurinn til að spila í ensku úrvalsdeildinni, ensku deildinni. Er hann ekki bara fyrst að annar? Það er ábyggilega eitthvað svoleiðis. Það var ótrúlega tenging normenn. Svo menn átti sig á því. Normenn eru jafn ruglaðir í enska boltanum og Íslíkar. Við erum algjörlega sér á parti hér í norðurhluta Evrópu. Ég held að finnir ekki þessi geðbyrjun einstar annars staðar en kannski einhvers staðar í Afríku og mögulega kannski í Austur-Asíu. Þeir eru álíka ruglaðir og við. Hann fer til Manchester City og spila líka fyrir Norwich. Við Íslendingar voru reyndar á undan þeim að eiga leikmenn í ensku deildinni því að Albert Guðmundsson auðvitað spilaði með Arsenal löngu áður. En ótrúlega tenging normanna við enska boltan, já, Óge Hóræti náttúrulega ótrúlegum árangri með danska landslið, þess að þeir töpuðu ekki, mann ekki lengur, þetta voru einhver alveg fáránlegu fjölda leikjum. Já, í röð. Já. Þannig að, hann maður svona sér að líka leikmenn, svona starfsmenn hafa verið að kveðja Jörundur Áki, ég sá að hann og Fjalla Þorgeirsson, þeir áttu mikið svona, maður bara sá það bara svona þegar maður fyrir utan að fylgjast með liðuna, þeir áttu gott samband. Davíð Snorri með kveðju og svo hafa náttúrulega leikmenn líka, maður hefur séð hjá mörgum leikmennum að verið að segja að hvíla í friði og þakka fyrir góð kynni. Já, en talandu þjálfara, þá var fundur á Húsavík í gær með Patrik de Vilde. Já, ok. Tökum upp aðeins léttara hér. Og ég fekk nánast allan fundin bara sendan til mín. Sem að stuðningsmenn völlaranna eru mjög ánægðir með Patrik de Vilde. Hann sagði, ég mætti hann til að kenna. Ég búin að þjálfa marga bestu fótboltamönnum í heimi. Riyad Mahrez, Dominik Szoboszlai, nefnið þá bara, ég hef verið með þá á æfingum. Og svo bara fór hann í mikið stuð, sagðist bara, heyrðu, ég skal líka svo sem var greinilega ekkert búin að fá neitt leyfi fyrir, ég skal líka þjálfa kvennalið einhverja æfingar og bara var þarna all in og þetta er alveg sölukall. Já, þetta er einhver allavega bara þetta vídeo sem ég fekk þá virkaði hann heldur betur klári í þetta. Þetta strækar mig sem gæi bara, þú veist, þetta er bara ævintýrakall. Við höfum sagt þetta en þetta er bara,
þú ferð ekkert, þú ert ekkert í Afríku, Belgíu, Marokkó, þú veist, og hann hefur verið einhvers staðar í Asíu líka, náttúrulega var með Alsýr það ekki og Jú, hann var með einhver Arsenal menn í Rúanda. Já, Arsenal Rúanda, já. Og hérna, svo var hann með sérmennandi Sómala. Já. Hann alltaf sérmennandi Sómalinn. Já. Og svo var hann hérna með Nepal kvennalið. Nei, Þetta alveg frábært. Þetta einhver algjör kongur. Það verður svo gaman að fylgjast með þessu í sumar. Þetta verður bara Ég get alveg við Þarna þurfa myndaðalögur að vera. Já. Patrik de Vilde bara pössum og hann verði ekki eitthvað leiður í svona massa ekki að hafa hann of lengi á Húsavík sko, hafið þið komið til Húsavíkur í janúar og febrúar? Nei. Ég hef prófað Jú, ég hef keypt í handboltaðar Jú. En þú veist, það er ekki eitthvað brjálað líka sko. Nei, það þarf að halda honum við efnið Það var samt aðeins í góð, sko, ríkið var ekki opið þegar ég kom þar þá bara mætti eitthvað bara með leikinn og opnaði það var nú ekki vantaði eitthvað, eitt túborg eða eitthvað Jú, opnum þetta bara En já, hann að De Vilde er mættur á svæðið og ég hlakka til að sjá hann Ég hef verið gaman að sjá þegar hann að senda hvernaliði Nepal reikning fyrir að hafa þjálfað hvernig virkar þetta eiginlega Það er bara knattspyrnusamband Nepal það er ekki fyrir það Þetta er alveg stórkvæmt Við slum fara í smass eða pass já, stundum þá berst doktorfútból alla daga og það hefur ekkert upp á sig en ég barðist fyrir stærri pókum Já, það var hlustað Normaðurinn hlustar þegar ég kvarta Hér er venjulega stærð og hér er stór Já, nei, veistu hvað? Það er til ennþá stærri Ég veit að XXL Já. Við erum að vinna í þessu öllu saman Smass eða pass og ég ætla bara að taka smass eða pass og enga myndir eða neitt bara þannig að þeir sem eru heima að hlusta geti notið á sama hátt Káringar í Evrópukeppni eftir næsta tímabil Smass eða pass? Smass Já, ég ætla að segja pass Þetta verður miklu erfara sísón heldur en ekki erfara fyrir það var en þetta verður ekkit svona þeir fara ekki Evrópu Ég held að getur einhver ævintýri skeið þarna í Vesturbænum Ævintýrin gerist enn Já Sjalalala Akkurat þennan dag 19. desember á næsta ári verður Thomas Frank ennþá stjóri Spurs Smass eða pass? Ég ætla að segja pass, það getur ekki verið það bara getur ekki verið pass Thomas Frank Já, með að við pass, já Þeir eru báðir á pass Eftir þetta tímabil á næsta ári Ágúst Orri leikmaður Breiðabliks með 10 mörk Smass eða pass Hann skoraði 1 Í öllum keppnum Ok, setjum bara alla keppninni í Alla keppninni Easy Já, það er smass Þannig að hann tífaldar markareikningin Ég held að sé svona bara eins að þú veist, það þurfti bara eins að finna smá stöðu fyrir hann Já, átt að sjá hlutunum Mögulega fittar hann líka bara sem fremsti maður veist, Já, sem svona fölsnýja Hann geta alveg fitta sem Engar ágjör honum, margir aðri hlutir sem ég ágjör Er þetta 10 mörk skoruð eða 10 goal involvements eða eitthvað svoleiðis bara 10 mörk skora mark Já, ég smassa það Smass eða pass Næsta sumar verður það Evrópulið sem verður heimsmeistari Smass eða pass Næsta sumar verður Evrópulið sem verður heimsmeistari Það er því að þeim hefur nú yfirleitt gengið bölvanlega utan álfunnar vissulega voru það Þjóðverjar sem að unnu hann í Suður Ameríku á sínum tíma og Spánverjar í Suður Afríku en síðast þegar vorum í Bandaríkjunum þá voru það brassarnir sem tók þetta Ég ætla og að segja í Mexíkó hafa verið Argentínumenn og Brasilíumenn sem hafa unnið Ég ætla að segja Smass, hvað er það englendingar? Hverju var það þá? Spánn Það var Spánverjarnir Ég ætla að segja pass Ég ætla að segja að verði Argentínu Verjið titil Já, ég held það bara Ég meina það, þú veist ef það gerist þá er það náttúrulega bara ég held að maður þurfa ekki að æða neinum orðum í það Ég held að þessi var bara alls ekki að fara að gerast og bara Argentínu mennur er ekki bara með lið í að verða heimsmeistara nú Það er sjáum til Þeir eru ekki með það Þeir eru ekki með markmann Já, þeir eru með frábæra markmann og það er Þú ert alltaf að tala um einhvern Butcher eða eitthvað Butcher er geggjavörn Butcher er meira með Romero Það er geggjavörn Ég er svolítið settur Þeir klára þetta bara Nær Messi að taka Rodrigo de Paul með sér Já, hann hlýtur að koma með Ég er einhver harðasti Rodrigo de Paul maður sem finnst sko ótrúlega sjarmerandi náungi Ótrúlega sjarmerandi náungi Orkan með doktorfútból, það er bleika bensínið
Já, Hann, þú veist, já nú er verið að hækka drálugur á allt en Djöfull er það þreytandi, maður. við ætlum eins og að standa saman Svakalega þreytandi Dóttarfútból Orkan stöndum saman Já, verðum að gera það og Rúðuvöku og Dælu stöndum saman Hvar er það? Það Allstaðar eða? Ég vantar Já, Það var að koma núna byttu, vantar Jesus. Rúðuvöku þá leggur þú bara út til hliðar og lætur einhvern koma með Rúðuvöku til þig Keirir Rúðuvöku að laus Já, ég er bara, það er eitthvað aðmanni Ég er bara í að laga þetta strax Já, við slum fara Þannig er þetta Þetta er við kringuna Já, já. ég ætla Þetta að er hérna í stoppa Birkimel, ég skal bara fara með Já, og setjum Rúðuvöku á Ekki að sulla leið og ég finna ég næ ekki þá bara hassatljós út til hliðar keiri ég ekki en það er ábyrgur akstur og það er eitt sem ég lærið af hérna Gunnar Átnarsinni hérna fyrirlega Þróttar gullaldarveðinni Blæki Já. bílinn í hans hérna síminn alltaf beint í hans skólið Já, þegar Í þú ferð inn í hans bílinn skóla? alltaf, já, þannig að tröfli ekki aksturinn tröfli ekki aksturinn Já. beint í hans skólið með síman ok ekki tröfla aksturinn takk Já, það eru fleiri fréttir úr íslenskum fótbolta Gunnar gjörðu svo vel Já, það er náttúrulega Jónas Kristinn Bjarnason hefur kannski ekki fengið þær spil mínútur og ekki gengið sem skildi hjá Kolding eftir að hann fór þangað út já, hann gæti mögulega hugsað sér til hreyfings hvort hann tæki aftur eitthvað pitstop heima fyrir eða reyni að halda áfram og harka erlendis það verður að koma í ljós en KR verður að teljast náttúrulega svona líklegur áfokastæður hvað það varðar Hrannar Snær Magnússon Hansi fyrrum leikmaður afturheldingar ætla ég að segja að hérna, mikill áhuga honum og ég held að séu sko ég tel mig hafa það nokkuð víst að það eru nánast öll úrvalsdeildarlið búin að hafa samband við hann eins og staðan núna er Kristján Sund líklegast í Noregi hjá Hrannari okay. og svo náttúrulega kom ég inn að það hérna, í síðastir í var hérna, að Aron Eli verður áfram í afturheldingu Kristinn Jónsson það var Stjarnan gerði mikið til þess að reyna að fá hann okay. Og það var eins og hann kom inn á í viðtali við að ég held fótbolta.net hann íhugaði það en lét síðan verða því að skrifa undir hjá Breiðablik og svo var fjallað um það í þungavettinni hjá Kristján Óla að hérna, Jason Daði verður á leiðinni heim það er ekki staðan þannig að Jason Daði en á hverju kemur hann ekki heim? verður ennþá úti hann er náttúrulega, sko, það er mikið talað um eitthvað að þetta hafi verið feilað og eitthvað svona, ég meina Jason hefur bara staðið sér mjög vel í þeim leikjum þar sem hann hefur verið heill getur það ekki bara verið að elski boltin sé bara á verfið fyrir hann nei, hann fór í aðgerð fyrir ekkert svo lengur síðan og er bara að jafna sig eftir hana og hann ætlar að vera áfram úti? Já, hann er nýbúin að flytja í nýtt hús og eitthvað Já, hefur það bara mjög stress. gott og hérna en það er alveg ljóst að þegar hann kemur heima þá verður þetta náttúrulega mjög stór biti sem hann verður 5 leikir sem hann hefur náða að púsla saman í ár Já, af 20, eins og ég segi, hann er búin að vera hann er að koma tilbaka eftir aðgerð Já, og það þurfa ánum að halda En Jason Daði er náttúrulega dæmi sko, þú veist, hann er 25 ára, fættur 99 en fættur 31. des það verður 26 ára á áramótum ef mér skjáttast ekki Já, það er skjáttast ekki það bregst ekki starfræðin Nei, svo er bara svona, þú veist, hingað og þangað, þú veist, Sigurður Egill líklega á leiðinni í Víking og svo að mínu viti svona stærsta frétt íslenskra fótboltamanna þegar að Já, ég er að fara þangað Já, þú ætlar að fara þangað Ég er að fara þangað Þú ætlar að fara þangað Ég ætla nú að fá minna á hangikjötið Það er lægi Það er eitthvað sama á ég myndi aðeins minnast að hangikjötið frá Kjarnafæði Tvírekta? Já, kofarekt Já, kofarekt Ég er alltaf með jólabæklingin Ég er alltaf að rúlla honum í gegn Já Það er skemmtilegt Fekst hann physical copy Já, ég let bara prenta nú Já, það er ekki flóknar en það Kjarnafæði auðvitað með allt þetta helst þessum þart fyrir jólamatinn Það er líka að fá svona læri sem bara getur verið að geta bara svona sækja í skera flísa af endurust Það er þetta tvírekta Já Ég reiki það oft einu sinni viðbútt Það var þrýlegt Auka reiki í Reikið einu sinni viðbútt sko. Bara til að fá ilminn líka Ilminn í eldur Sko líka talandi á sem að pæla í ilminum þá er það getur fengið skötu á mar núna á Þólasmessu Þannig að mar verða bara með skötu þar og þar er skötu Verðum við ekki að fara í skötuna Tindabengja líka Þetta verður allt þarna Ekki hafa neinar ágjur öðru Veistu hvað hún er?
hún er best og ég er búin að vera með sömu konur að míga á þetta í 10 ár sko. Það er best sko. Þetta á alltaf að vera eldri kona að míga á þetta. Það er rétt. Maður hefur heyrt þetta. Það er búið að vera svo sama. Það er svo sama. Hún er á Bolungavík og hellir aðeins á þetta fyrir mig. Lyfti pilsun upp og pissar að sig skutuna. Já. Það er best. Ef þú vilt fá hana virkilega juicy. Já. Herðu, en Lukas Magni, hann var valinn númer 13 í nýlega valinu. Rosalegt. Real Salt Lake City enduð í 19. sæti ef öll deildin er tekin saman á síðast tíðanbili bara mjög fínt lið og Hann er káringur eða ekki? Nei, hann er náttúrulega Bliki. Nú ég sé hann hjá Káir. Já, hann fór til Káir í hvað hann hafi náð 2 árum þar mögulega en uppalinn Bliki og bara virkilega öflugur varnarmaður sem að og þetta í raun náttúrulega staðfestir svolítið þetta að það eru fleiri leiðir í bransanum og á fótboltaferlinum að fara heldur en að bara fara út til Norrköping eða Sönderjysk eða eitthvað svoleiðis. Þetta er frábælega, þetta er svo skemmtilegt svona. Já, bara, þú veist, ég meina gæinn er sophomore, hann er á öðru ári í Clemson og hefur spilað frábælega þar. Þetta er risastórt. Hefur hann búin að vera í Clemson all tíman? Já, hann var í Clemson all tíman. Já, var það DJ Flokes sem að transferaði? Já, DJ Flokes sem að gera það. Þeir eru náttúrulega hafsenda par þarna í Clemson og ég held að sé rosa skrítið fyrir svo gaura afsakaði Hjálmar. Allt í góðu. Að aðstöðumöðunurinn á að fara úr háskóla í Ameríku þessum topp NCAA skólum og fara til Íslands, það er mjög skrítið fyrir þá því að það er geðbilaði munur sko. Já, sérstaklega hjá Clemson. Þetta er svona svipað eins og verir Hjálmar þegar þú fórst úr Fylki og hefur í augnablik. Þú sko við, bara aðstöðumunur. Það var mikill. Bara eitthvað samtíma á boltum. Það var sjokk á sín tíma. Hvað er besta aðstæða sem þú hefur verið í? Besta aðstæða sem ég hef verið í ætla að sé ekki Grótta. Já. Það var uppbygging líka í gangi, það var allt til alls. Allt til alls, það var allir tilbúin til að setja Gróttu aftur á kortið. Nýja gerðgras eða komið það? Nei, bara malavöllur og allt það sko, en það var allir tilbúin til að hjálpa stað. Og grasvöllur upp á hæðinni. Upp á hæðinni, í rokinu. Sko í minningunni var þetta alveg svona smá jogganga. Þetta var það. Ekki, já. Svona 6 mínúna jogg. Maður var orðin heldur þegar maður kom á lögsunum velli. Nei, en bara eins og Kaninn er vanur að gera þá er strax komið svona scouting report sámaður á miðlanum í gær Lukas og það er svona bara eitthvað sem maður vissi, hávaxinn, hafsend, snöggur, góður að lesa leikinn, 30 fyrstu leikatriðum og annars leikt. Einn af eigundunum er líka í Krista Palace og eitthvað sko, þannig að þetta er alveg svona, þetta er klókt, þetta er helviti klókt. Já, þetta er klók geggjað að sjá hana. Það bara, þú veist og 13. röðinni, það er bara helviti gott. Já, stór dagur fyrir Soccer Education teimið í farabróti. Já, þetta er risa sigur fyrir hann. Já. Og þeir verða fleiri á næstunni á þess að segja of mikið. Já, við vonum það. Á þess að segja of mikið. Minna það að með kóðunum DOC Hagkaup þá var 30% af öllu hjá Hagkaup í gegnum Volt. Það er að segja að þú verð bara inn á Volt Hagkaup, nota kóðan DOC Hagkaup, 30% af. 30% afsláttur? Já, bara getur keypt 10 lítra mjólk og allan pakkan og 30% afsláttur. Þetta gerist aldrei aftur. Nei. Og þetta er DOC Hagkaup inn á Volt. Það er síðasta umferð fyrir jól núna í ensku úrvalsdeildinni og það er það er spilað frá hádegi á laugardegi og náttúrulega margir sem er að fylgjast með þessum leik hjá Newcastle og Chelsea. Newcastle þetta er allir varnarmenni meiddir, Hjálmar Enzo Maresca, hann bara hótaði einhvern veginn. Hverju var hann að hóta? Þetta er svolítið fyndið, þetta er svona eitthvað, við tölum sagt undir rós. Hann er ekki að segja alveg allan sannleikann, það vantar eitthvað þarna, það er eitthvað stöðan. Vestu 48 tímar á ferli hans. Þetta er boardroom, þetta er eitthvað upp á toppnum, þetta er eitthvað svona, hann er að skjóta fast þarna á toppin. En ég veit það ekki, þetta er... En þú veist, tapar hann ekki bara þessu leik og verður hann ekki bara látið fara? Já, hann er ekki búin að gera mikið greiðan. Nei, ég veit það. City er að skáta
Enzo Maresca fyrir City sem mögulegan arftaka Pep Guardiola. Þetta mjög jafn leikur á bettinu en af því að Newcastle, ég var að skoða sportsbókina hjá Epic og svo sportsbók getur eins mann erfitt eins og erfið og við sjáum að sko Chelsea eru favorites Já á útivelli bara skilða ekki sko Nei, en þetta samt, þessi leikur mest í 50-50 leikur sem þú bara finnir þannig held ég í þessar umferð rosalega erfitt að rýna í hennar leik. Málið með Newcastle að sko það sem að var svolítið þeirra aðalsmerki, það var að geta haldið svolítið hreinu en þeir hafa ekki gert það held að séu 9 leikir í röð þar sem þeir hafa ekki haldið hreinu og þannig að þú veist, þetta var svolítið þeirra að þeir gátu sett eitt og læst svolítið Bæði þessi lið fóru áfram í deildabikarnum í vikunni þar sem að Newcastle unnu 2-1 sigur á Fulham þar sem að Lewis Miley skoraði sigurmarkið sá strákur hefur greinilega verið að éta lambakjötið sitt og svona því að hann er búið að styrkja hann alveg svakalega og hann var hetja þeirra Þetta geggjaði leikur samt til að byrja helgin á þvílíkt barátt Þessi laugardagur verður hann verður langur og eftirminnilegur Það held ég sem að taka smá détúr af því að við ætlum að fara að fjalla Crystal Palace leikinn því að það var auðvitað leikið í sambandsdeildinni í gær Crystal Palace gerði 2-2 jafntefli við Cubs og skemmdu þar með sportsbókina hjá ansi mörgum Já, maður sér ofta Notaður þetta í fjallgangur Grikkir og Tyrkir ofta senda svona falleg skilabúð á leikmenn þar en spila á það Já, það hann gaf þeim bara fingurinn þarna stjórninni hann spilaði bara krökkunum Já. og þetta var statement Sko, Strasbourg unnu Breiðablik 3-1 það var mér leið nú ekki vel með því að setja á Strasbourg á þennan leik en maður verður jú að vera faglegur og það var svona sem bent að þess þeir skoruðu 3 mörk fenguðu 3,56 í XG þannig að þeir voru betri en Breiðablik fannst mér standa sig frábærlega í þessum leik og mér fannst þetta bara allt gott við þessu framistöðu á Breiðabliki bara spyrrit í þessum síðustu leikjum hjá Breiðabliki sambandsdeildinni og svona enda raun og veru tímabilið á bara nokkuð jákvæðum nótum koma væntanlega að gíra þeir inn í undirbúningstímabil sem að byrja einhvern tímann, ég veit það ekki, lóki janúar eða eitthvað, ég veit það ekki. Sko, Arnór Gauti hljópaði þessum Penders markmanni eins og hann hefði aldrei séð svona skotu varið á ævinni. Sáðu hvernig það var? Hann var bara að trúði þessu bara ekki. Og Penders sem blakaði þessu bara yfir í rólegheitunum og þótti lítið koma til en hann hafði bara aldrei séð svona áður. Nei, en þetta, sko, ég verð samt að gefa Breiðabliki það að sko í 1-0 þegar þeir skoraðan eftir 11 þá voru þeir nú þegar búnir að fá nokkuð færi og búin að klistra saman einhverju XG og eitthvað svona skuti stöng, hann varði Anton varði, ég meina þeir eru held ég með 12 eða 13 shots on target þannig að Anton hafði nóg að gera 11 shots on target sko, í 1-0 þá held ég, ok, þú veist þetta endar 4-5-0, örugglega að koma tilbaka 1-1 og vera í 1-1 leik á móti svona liði sem að nú þegar komið áfram, ekkert vesen að vera í 1-1 leik á 80. mínútu, þá alltaf þú veist, þá alltaf svona eitthvað smá kaos Já, ég var að svona vonast til að væri hægt að búa til eitthvað kaos en svo sem getur byrjun og liðinu tölverður Já, ég meina, hvað myndu þið halda að nú hérna svona þetta svona kannski barnalega tölur en eitthvað að marka þetta, hvað myndu þið halda ef ég segi ykkur að Breiðablik metið á 3,81 inn á transfermarkt milljónir evra hvað myndið halda Strasbourg væri í? Strasbourg, þetta bara einingir en Chelsea þannig að finnum bara eitthvað hjá Chelsea og gerum bara Þetta eitthvað 10 sinum 11 þetta eitthvað milljónir 100? Þetta rekstrar einingin en Chelsea fyrir með hótel Strasbourg 317 milljónir 317 á móti 3 ég held ég sé að fara með rétt mál ég held að svona munur hafi aldrei verið á íslensku liðum í þessum Evrópukeppnum undanfæri þar að segja ég skal ekki segja til hér áður Já, en burtsið frá því frábær frammistaða hjá Breiðabliki og
það var fáránlegur rángstöðudómurinn þegar snýttur hann í stöngina það var bara eitthvað vitleysa og það hefði svo sem verið lagað ef að boltinn hefði farið í stönginu inn það er nú bjútið við að hafa var í þessu öllu saman en andi yfir blikunum stóðu sér frábælega var eitthvað meira úr þessari samastilt? Nei Fiorentina töpuðu þeir fyrir að fara í svona umspil Fiorentina töpuðu á móti Lausanne svona ekkert spesúrslit Nei, við fengum að kynast Lausanne í Evrópu samastildinni Breiðablik Nei, annars í raun og veru lítið sem að svona greipa, það er náttúrulega þessi kups úrslit sem að stingaði stúf Já, legg Poznan auðvitað gera flotta hluti Já Okkar maður Gísli Gótti, hann er hann ekki jafna sig að meðslum með? Var hann með? Hann er meiddur. Hann er meiddur, já. Hann er að jafna sig og hann verður mættur síðan í umspilið. Það voru 7 stig sem að dugði Kups, Skendia, Silninski Móstar og Sigma Olomouc að komast áfram sem þýðir að það er þetta ef og hefði en ef við förum bara í algjört svona grunn ef og hefði að náttúrulega ef þessi vítaspyrna hjá Höskuldi á móti Kups hefði farið inn að þá hefði Breiðablik farið á það. Já. Það er nú bara eins og það er. En það eru stóru lið sem að detta út. Dynamo Kyiv, Legia Varsjá, Slovan Bratislava, Shamrock, Häcken. Þetta eru lið sem að kveðja. Aberdeen og Rapid Wien. Kveðja bæði. Häcken kveðja. Häcken er bara kveðja. Og það er rosa Häcken út úr þessu. Það er áfall. En við verðum bara jafnum. Nú bara snýst þetta bara að jafna sig. Höldum áfram í enska boltanum. Já, Tottenham og Liverpool mætast klukkan 5:30 á laugardaginn og ég vona nú fyrir hönd Hjálmars og félaga að þeir droppi nú ekki Vicario núna. Nei, en það var eitthvað lykt af því í morgun þegar ég vaknaði. Það væri jafnvel að fara að gera eitthvað glóriðu þar og henda hann út úr byrjunliðinu og setja Kinski inn. Þetta er þessi leikur 3:43 á Tottenham sé hérna á Epic, 2:09 á Liverpool. Þetta er, sko það er svo skrítið. Tottenham har aldrei verið verri, já, oft verið verri, en það eru hræðilegir, en maður hefur tilfinninguna að geta unnið hennar leik. Já. Það er rosalega skrítið. Þetta er leikur sem við getum alveg unnið. Og ég hef oft verið hræddar ef við Liverpool heldur en núna. Var einhver pæling á þér að biðja með afsökunar? Á hverju? Hverju er núna? Það er nú. Hvað er núna? Ekki tíka, það var hlegið og gert grín hérna síðast. Hann skoraði á móti Brighton. Já, hann skora nú eiginlega bara í hverjum leik sem hann spila nánast, sko. Já, hann skoraði á móti Brighton, ekki á móti Inter, en skoraði svo á móti Leeds. Skora 2 á móti Leeds og 2 á móti Brighton. Já, það stendur sér vel. Já, ef við ekki segja að Liverpool sé meiri ógn með hann frammi heldur en Alexander Isak, verður ekki vera sammála um það? Jú, ég meina, Alexander Isak, hvernig ætlar að tróða honum inn í liði núna? Ekki hægt. Það er bara því miður ekki hægt og þess vegna finnst mér, ég veit að við erum að ræða þennan leik og þetta verður eini útúrsnúningurinn minn úr þessum leik en tvöfalt dýrari og var verið að velja hann leikmann ársins í Svíþjóð meðal annars Alexander Isak samt sem áður er eina umræðuefni hér í þessum þætti, það er framistæða Viktors Einars Gyökeres hjá Arsenal. Nei, það er mörgur umræðuefni. Við vorum að ræða Arnór Ingva á þann. Við erum bara að ræða fullt. Er ekki miklu alvarlegri staða sem að Liverpool í? Ég meina, þetta eins og þetta akkurat núna, þetta mestu disaster kaup sögunar. Já, sögunar. Það er ekki að fara í kringum það, það endur engin að neita fyrir það. Ja, mér fannst þess að það verður eitthvað þess að... Nei, það verður engin neita fyrir það. Þetta er búið að vera skellett og svo náttúrulega spurning hvort að Florian Wirtz fari að komast í gang. Já. Er það ekki bara spurning að láta Wirtz og ekki tekið bara að sjá þetta fram í Ég myndi halda það. En 15 leikir 21 leikur en maður skítrættur það að þetta verið leikur sem Wirtz vakni, tóttina lækni Wirtzar og gefa honum 1 mark Þetta verður rosalega leikur 5:30 á laugardegi. Já, ætlar ekki að fá þér smá? Jú, vel hellaðar þarna í seindáleik en hugsa ykkur samt eitt, tóttina vinnur ég vil bara 3-4 stigum frá meistaradeildarsæti eða 5. sæti. Þannig að þetta er fljótt að breytast. Þetta er nefnilega mjög fljótt að breytast ef við kíkjum aðeins aftur á leikina sem er á laugardaginn. Þetta verður einn af þessum áhugaverðum leikjum, frábæri leikir yfir Dockson klukkan 3 á laugardaginn. Manchester City auðvitað fóru áfram í undanúrslitin í deildabikarnum, voru heppnir. Kousianov átti að fá rautt spjald. Já. En svona hann hlífði honum aðeins dómarinn. Ég held að svona réttu dómur þarna, ef við erum bara alveg sanngjarnir, þá hefði það verið rautt spjald þar
Nú, Brighton Sunderland Brighton menn heppnir að fá Sunderland á þessum tíma, talandi heppni Arsenal fá Everton og það verður engin Dewsbury Hall, það Ndiaye auðvitað farinn og Jack Grealish frá líka þetta, Idrissa Gana Gueye þannig að þetta bara engin miðja já, hún bara farin og það þessi litlu mólarnir sem að þurfa stundum að detta fyrir og þeir eru heldur betur að detta Arsenal í vil þessu heppin geta það verið með þér Leeds fá Crystal Palace Leedsarnir að rífa sig í gang með Dominic Calvert-Lewin fremstan í flokki og hann spilar aldrei meiddur núna alltaf meiddur í Everton Crystal Palace spilar 18., 20. og 23. Þeir fá Arsenal 2003. Þannig að ef þú ætlar að halda áfram að tala um móla þá getur þú hent þeim móla með. Já, þeir fá þann þeir fá dauðþreytta Crystal Palace menn. Dauðþreytta Crystal Palace menn. Já, það er stundu þannig þegar að menn raða sjálfir seti sjálfur upp mótið ekki David Dean en þá raðið mótinu. Jú. Dínar en þá? Já, ég held að sé en þá raða þessu móti og svo setja á þarna. Nei, við skulum Sjá hvað sundaginn, þá það eitt leikur og það ekki oft sem það eitthvað rosalegu leikur hér það Aston Villa á móti Manchester United United Villa getur náttúrulega aldrei unni United og vantar hálfliði á United þetta endur að bleið með jafntöfli en það ekki rétt hjá mér, ekki United bara síðustu 10 leikið eitthvað það gengi vel þarna á þetta bara Villa Park uppbólsvöld allra Manchester United stundismanna það ekki? Jú. Það þarna sem að Ryan Giggs hljóp með boltan upp allan völlin einmitt, og já, þetta eru ótrúlegir yfirburður rauðu djöflana gegn Aston Villa hugsið ykkur strákar samt Everton, Arsenal 1-1 City vinnur, Everton vinnur þetta getur verið rosaleg jól maður þetta getur verið svakaleg jól svo Fulham Nottingham Forest á mándaginn Arsenal mjög líklega á toppnum yfir hátíðarnar það eitthvað sem segir mér það getur ekki verið en það hefur svo sem ekkert alltaf reynst Arsenal vel að vera á toppnum yfir hátíðarnar Fulham Nottingham Forest á mándaginn í raun og veru bara aldrei reynst þeim ef ekki bara kalla þetta jól, það má hér Jú, og jólin svona eru jólin svona eru jólin það er, ef ekki að segja að það séu slettar svona kannski ef ekki gefa Manchester 3% líkur á sigri á móti Villa? Nei, það verður alltaf gengið vel á móti Villa Ertu vongóður? Í alvöru? Já, það skiptir engum alveg hvaða liðin sett út ef þetta Aston Villa Þið voruð að fá okkur 4 á heimavell á móti Bournemouth Já, það var bara skemmtidagskrá á mándi það var verið að hugsa fólki sem borgaði miðana Við ætlum að horfa á hann leik saman Ég er reyndar Gunnar, þú ætlum að horfa á hann leik með mér Já, þú líka Hjörur Já. Heldur betur Við slum staðfesta það sem ég sé ekki Þú fara í winners and losers með inn og það eru vinnarar og það eru loserar eftir hverja helgi þið með vinnarar fyrir mig drengir? Vinnarar Já maður sjá, það nú nokkru vinnarar David Monuya Kenjumaðurinn í pílunni Sakai, Japanin Sakai, Japanin, hann vinnar maður hvað var skemmtir úr kom hann bara og hann stál sviðinu Ég ætla að fá að henda þjóðkirkjunni hérna inn verið frábært starf unnið í þjóðkirkjunni og það endurspeglast í að það hefur aldrei verið meira traust borið til þjóðkirkjunnar síðan að ég held fyrir hrun þannig að það er greinlegt að fólk er að finna svona fólk er að skrá sig aftur sáttina nýja þetta hörmungar nýja logo Já, ekki hörmungar, þetta nú bara svona nokkuð stílhreint Hvað er þessu? Já, það er ekki þessu Ég er hittnað þessu gamla Það er bara frábært að sjá hvað er gott starf unnið þarna Já, ég hef ekki mikið fyrir þetta Fleiri góði vinnarar Ég ætla að velja 45. og 47. fórseta Bandaríkjana sem vinnir af því að ég fór á stúana, fór í kringluna svona spurningar hvort fólk muni hver vann friðarverðlaun FIFA eða friðarverðlaun Nobels það voru 10 sem vissu friðarverðlaun FIFA en enginn sem vissi friðarverðlaun Nobels þannig að ég hugsaði bara með þetta er aldrei áður gest í sögunni þannig að það er skemmtilegt já, það er skemmtilegt ég ætla að fá að velja líka Arnar Guðjónsson og mína menn í Tindastóli sem að skora bara 150 stig í hverjum einasta leik enginn sem er smolli mikið með eitthvað lið eins og Arnar algjörir partíleikir sko og við erum munið það að móti byrjar í apríl já, en við höfum gaman að þessu ég held að séu nú fáir sem að muni það betur heldur en Tindastólsmenn þannig að þú ætti ekki að minna á það held ég
Eitthvað annað, þingmennun okkar sem loksins farin í frí eftir rosalega erfitt. búið erfið törn. Rosalega erfitt og náðu að klára þetta svona rétt fyrir jólin. Fæ ég að velja einn lúser? Já. Róbjörn Persí. Róbjörn Persí, hvað gerir hann? Já, hann bara að standa sig hörmulega hjá Feyenoord. Ég held að hann sé búin að tapa 8 leikjum af síðustu 10 eða eitthvað svoleiðis. Já, hann ekki á vegferð. Allt í frjálsu falli. Er ekki hugsa frekar spilamennskuna heldur en úrslitin. Og það sem meira að hann fór á reifst við stuðnismenn í gær, myndband sem hann fór á Twitter og manni fannst það nú ekki fallegt. Þannig að hann á nú örugglega ekki langt eftir í starfi. Í hvað sæti eru? Sá Kauði. Hvað sæti eru Feyenoord? Sá Kauði. Það eru öðru sæti í deildinni. Það er nú ekki verið en það. Ég skil nú ekki hvað. Það er nú vel gert. Lætið þetta Það er nú frábæra árangur fyrir Feyenoord að vera í öðru sæti og ég óska nú öllum, bara Pétur Pétursinni og öllum stuðningsmönnum Feyenoord á Íslandi, Arnari Gunnlaugsinni, Bjarka Gunnlaugsinni og öllum innilega til hamingju með þennan árangur að vera í öðru sæti og fagna jólunum. Eindhoven. Þannig að allir Feyenoord stuðningsmenn innilega til hamingju með þetta að vera númer 2, ég held að það sé bara frábæra árangur. Þið megi vera ánægðir með þetta. Nú lúser, já, Patrik Vieira lúser, hann atvinnulaus enn jólin. Jesus. Þannig að litla fíaskoði sem þjálfari sjá. Guðminn almáttur ætla að fara í eitthvað svona sand Nei, ég alveg við tala. Hérna. Hann tók þetta genóalið og bara hann reynda að kveiki fara yfir fornar stjörnur. Það er rosalega. Ég verð að segja, ég veit ekki hvort þau eru búin að koma inn á Tómas náttúrulega Steindors. Já. Vinner, fer á Skeljana þarna í miðju sjói hjá okkar manni. Já. Las Vegas Christmas Show. Ég veist ekki að Tom með þetta í sér. Nei, hann snillíkur. Já, svona Ramón. Er þið búin að fara að sóla? Nei. Ég er að fara morgun. Já, ég get ekki beðið. Þetta er Jóli og Hólm og Las Vegas Christmas Show. Þetta eru svona jólin fyrir mér. Þú ert náttúrulega mikill eftir Hermgall. Já, ég er mjög mikill eftir Hermgall. Ég er gaman að ferð þú ekki alltaf að sóla? Jú. Hver er þinn besta? Mér finnst Guði Þórðar alltaf. Hjá honum? Já. Nei, hjá þér. Nei, ég er hættur. Mér finnst Guði Þórðar alltaf. Já, hann er ágætur. En ég hef maður upp á Skaga sem tekur Guði Þórðar upp á 10, sko. Að það? En getur þú tekið smá? Nei, ég get ekki núna. Ég fer alltaf að sóla eftir jólin þegar hann heldur allt sér búið. Ég kem ekkert meira í kassan. Þá kemur þú með fjölskylduna. Já, mæti þú með þínu fjölskyldu. En fyrir þá sem er á leiðinni á Sólahólm þá mæli ég alltaf með Sól veitingastaðnum sem er einhvers konar gróðurhús með gólfi yfir. Ég kann ekki að útskýra þetta er ótrúlegt dæmi í Hafnarfirðinum. Þú ert einhvern veginn að keyra í miðju iðnaðarhverfi og og þetta, þú serð þetta þegar þú stendur á 13. teig á Hvaleyrinu. Jú, ég held að setja 12. eða 13. Slærið yfir þarna. Já, parþristurinn. Nei, par 4. Parþristurinn. Par 4. Já, og par 4. Já, nei, og par 5. Ist á Hvaleyrinu. Já, það er par 5. Já. Það getur verið. Já, þegar þú ferð yfir, þegar þú ferð yfir, já, það er par 5. Það er 5 að það er þetta stytta þarna með að slá bara beint yfir þetta. Það er ægt. Þannig að ég líti á hann sem par 4. Já, það eru margir sem gera það. Já, það er eigið að já og þá fyrir við beint yfir á fésbókar síðan okkar góðu. Litlu kommentir sem voru komin í gærkvöld. Já. Þetta er áður með brá. Já, það er að Hjálmar mætir að áður með brá. Alveg nei, ég bara 72 kom. Nei, 77. Já. Næstu 6-7. 6-7. Skemmtilegt tótt. Ég var á jólaskemmtunum daginn, þar sem að Jólasveinn var með hérna, Gimme 5, 6, 7 eitthvað. Já, sniðut. Það er spurningar, Tómas Frank ykkur í starfi? Nei, hann er mjög valtur. Já. Sérstaklega þessu Tottenham var að ráða núna framkvæmdastjóra Man City, það var að taka hann yfir. Það eru greinilega uppbyggingu þar. Nú, þið sátti við landslýshópin hjá Snorra Steini? Ég er svo sem vilja hafa bæði Elvar Ásgeirsson og Þorstein Leó þarna inni en við erum alveg sáttið þetta en já við erum alveg sáttið þetta Sigvaldi líka Þorstein, það er stóri maður já. Ég vilja hafa slekkina Elvar Ásgeirsson er svona alliða leikmaður leikur með Ríbe Esberg Ætlar hjá mig til tenni í februar? Nei, það held ég ekki Nú, hvað er þið að fara okkar? Ég var ekki skall Jú, ég er til Ég er nefnilega alltaf að býða eftir annarkur eitthvað farið svo ég geti eldi. Já, bara enn til að fara. Ég var svo til að það líka eitthvað til að geta að passa börnin. Já. Gott á gunna þarna. Þannig ég fæ mér snúning.
Hvernig myndirðu baka hjama í pílu? Já, það myndi ég gera Hefur ekki bara sjá það á sunnudaginn? Ég er giftur 3x20 reitnum sko. Hefur ekki sjá það á sunnudaginn? Game Er það satt að Richarlison sé með 6 mörk í Premier League en engin aðsemaður með fleiri en 4? Það getur ekki verið. Þetta er samt alveg ótrúlegt og það er ekkert rætt. Er þetta rétt? Ég er einhvern veginn þannig, ég er ekkert alltaf að bása þetta út allan bæ. Já. En að sjá þetta, það er alveg magna. Nú er vitað mál Tottenham í að aðtöldasæti, já, Gunni nei. Birgis notar ekki áfengi en notar hann hugvíkandi efni í staðinn. Nei, ég bara, þú veist það, ég veit að það eru margir í þessu og sérstaklega vinur Hjálmars en hérna, en nei, ég hef ekki prófað þetta, ég get ekki einu svona ekki nikotín og ég hef reynd, sko. Já. Ótrúlega heilbröður. Þetta er skemmtileg markasetning hjá Gunnari sem að ég ætla kannski að svona förum aðeins betur yfir það árið 2026. Markaðsending. Já, það er búin að markasetja það. Þetta sé svona einhvern Einmitt. holy kall. Já, en það er ekki Já, Ekki er allt sem sýnist. Nei, Ekki er allt sem sýnist. Nei. Góð spurningi að Hafsteini þannig. Hvað sjá, Hafsteinn spyr sér Gunnar eftir dagpenningunum sem íslenska þjóðin kemur ekki til meðan borgunum í næsta Eurovision? Yes sir. Já, ég trúi því alveg. Yes sir. Sá hafði það gott með þér. Pældi hvað Þetta er að skemmtilega, þetta er bara Felix Bergsson sé búin að hafa það gott svo bara leið og hann er farin átt þá fyrir Ísland átt og hann missi ekki á krónu. Hei. Gunni Birgis búin að gera ráð fyrir sig í bókhaldinu. Jú. Farið. Þannig að ef að Djöfull. einhverju vantar, einhverja veistustjórn eða einhverja skemmtun þannig í mæ, þá er ég klár. Það var hann alltaf klár. Þá er ég klár. Nú, Eða golfferð. Ég já. klár líka í það. eru þið með skötu á Þólasmessu? Jep. Heima hjá þér? Nei, maður fer alltaf í skötuna. Já, ferði í skötu. Maður fer alltaf í skötu. Já, fara allir í skötu. Já. Það er bara þessir hörðustu sem að Við vorum alltaf með skötu í bílskurnum heima í Galanda, í Hólatúninu. Endilega, leiður að heyra meira af því síðar. Ég á ekki til eitt aukatekið orð. Er það nei eða já? Getið þið raðað þessum Norrlandabúðum frá 1-4? Gunnar Æri Kristjánsson spyr. Litmaninn Laudrup, Zlatan, Holland. Ég skal gera þetta. Já. Þetta er Zlatan 1. Þetta er Martin Laudrup. Hann hlýtur að meina Mikael Laudrup. Já. Mikael Laudrup 2. Ok, fuck. Holland er á Já. er að þannig rönni. Já. Ok, ég ætla að segja þetta ef árið er núna 2035 þá verður þetta vel Holland 1, Zlatan 2 og eins og ótrúlega hljómar Mikael Laudrup 3 og Litmann 4. Já. Því miður því að Erling Haaland er bara á þannig rönni að ef allt er eðlilegt þá mun að slá öll með fótboltans. Nú má ég sjá fengi Chiesa meiri spilatíma hann hétti Federico Van Chiesa. Þessi er góð. Þessi er ríkala góð. Já, vill meina ef hann Þessi var Hollendingur. Já, mögulega, jú. Er Arsenal samfélagið á nálum eftir dabra framistöðu á móti Úlfunum síðustu helgi? Nei, það já, Nei, ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Það er svo mikilvægt að halda sér jartengdum og þetta var, held ég. Já, ég hefði hafa miklar ágjur. Já, nú já, það eru nokkrar alveg bílaða spurningar þarna sem ég þarf að Við erum að síja út. Herðu, djöfull eru þær bilaðar maður. Jóhann Sveit, hann er oft verið Það er bara að þrýfa á honum túlan. Hann er top contributor. Það er bara að þrýfa á honum túlan, sko. Já, ég held ég láti þess að bara eiga sig. Já, fara þessi neðar. Já, Ólafur Óskarsson, hvað? já, burtum við þetta. Já, við þurfum nú að vera, sko, ég veit ekki, við þurfum kannski að minna á það að vera kurteisir. Þetta er rosalega spurning. Hvað? Ég mæli með að menn rúli bara gegnum þetta yfir einu síðum í kvöld og hlægi dátt. Ég myndur ekki gera það. Þetta er gott þannig. Alltaf Hjálmar bjóða fjölskyldum á gamla góða Valdórsalat jólin. Sjálfsögður er Valdórsalat. Sindri Sigurðsson var Sigurinn að Kenjamannum starra en afrek Leicester ævintýri 2016-17. Nei, segi það nú kannski ekki. Sko, Leicester var meistari 2015-16 þetta er ekki 16-17 fóruð reyndar í áttaluguslit í meistaradeildinni en það var ákveðið afrek. Það er líklega var þetta Kenja-ævintýri. Klemur Spjarkir, þetta er flotta. Hvað er Clemens? Er Bentan Kúr bara lélegur meðrunar Kúr? Þetta er þetta ágætið þessi, ég var að segja það. Þessi er, við erum sem betur fyrir að missa hann í Afrikukefnina. Hann getur verið þar í hláturskassin. Verður Afrikukefnina á RÚV? Já. Nei. Hvar verður Afrikukefnina? Hún verður þá hvergi. Þetta segir maður en maður sjá ekki Afriku. Afrikukefnina á hvergi. Maður hefði nú haldið að svona... Já.
Rúf af því að Rúf með EM að vera líka með Afríkjum. Já. Og Asju mótið? Nei, já, Afríkjumnin næstasta svona mótið. Já. Eftir Evrókjumni. Já. Já, leiðilegt, það verðist enginn alltaf að sína frá... Ætli það sé ástæða fyrir því? Já, en þetta er frábæri leiktíma núna. Geggjaði Leiktímar, ég held að það að þetta er frábæri leiki núna. Nei, þetta er líka frábæri leik, fullt að góða leik. Ég held að þetta sé búið að vera með okkur frá því að þetta var á Eurosport. Já. Þannig að maður á eftir að sjá þetta. Ég ætla ekki að fara í fleiri spurningar í þetta skiptið. Ég ætla að henda bara í El Grande. Frábær mynd að hljóma. Endum þetta sjálfsögðu þar eins og alltaf. El Grande. Kemur.is, Óskar öllur landsmönnum, gleðilega jóla. Já, leiðilegt að við fáum ekki Afríkukeppni í ár, en svona er bara lífið. Fáum ekki allt sem við viljum. Svona er nú þetta blessaða líf. Já. El Grande, Kemur.is, Glussin og allur sápakki, allur hlífðarfatnaður, það er að segja grímur og annað slíkt. Margir sem er að verja sig fyrir flensu núna, þá hef ég verið að mæla með að fara og sækja grímu. Sjálfur hef ég gengið með grímu í gegnum. Já, ég ætla að segja, hafið þið sett upp grímu síðan? Já, ég eftir að flensan fór að stjá, bara til að verja mig. Hún er búin að grípa nokkra í kringum mig, þannig að aldrei setja upp grímu aftur. Og svo tíði liðin. Ég nota grímuna og ver mig þannig fyrir flensunni. Fæ hana hjá Kemi.is. Ég ætla bara að fá bara jólabíómyndir. Og þegar Hjálmar var svo jákvæður, ætla leifunum að byrja. Ég ætla að byrja á, og hún er official, það er staðfest, það er Die Hard. Já. Home Alone 4. Home Alone 4? Erum við að fara þá í 2-3? Nei, ég er að fíblast. Ég ætla að segja bara Home Alone. Já, ég fer í Christmas Vacation. Já. Hinn klassíska. National Lampoons. Já. Four Christmases. For Christmas. Ég fer í Bad Santa. Já, einu minn uppáhalds. Já. Ég er svo lítill myndakall, sko. Var hún ekki lögurspjó? Bad Santa. Þar sem hún sagði Fuck me Santa. Home for Christmas. Home for Christmas. Home for Christmas. Er þessa myndi til eða er þetta bara eitthvað? Jú, hvað meinar þau? Home for Christmas. Home for Christmas er víst til. Það er örgulega til. Já. Já, hjem til jul. Hjem til jul. Þú getur skilja bara búið til ykkur setningar. Home for Christmas. Nei, býttu nú við. 3 Seasons. Já, býttu, er þetta þættir? Þetta eru þættir. Ok, þá tekið bara Deck the Halls. Deck the Halls? Er hann að skálda eitthvað? Nei. Ok, er þetta til? Googla. Þið tekið alveg Deck the Halls. Já, þeir tekið það. Já. Ég fyrir Miracle on 43rd Street. Já. Í New York. Þetta er ótrúlega mynd. Ótrúlega mynd. Já. Það er einu af þessum gömlu. Það er einu af þessum gömlu. 34th Street. Sko, býtum aðeins við. Bom. Gunni, ég meina. Herðu, The Holiday. The Holiday. Ég ætla að segja About a Boy. About a Boy. Nei, hún er ekki jólamynd. Jú. About a Boy. Herðu, nei, það er, býtu, nei, sko málið hann er... Comedy, drama, film. Er það ekki? Nei, ok, þá Notting Hill. Ég held að var, sorry, Notting Hill. Jú, býtu. Notting Hill. Já, Notting Hill, það er sant, ég held að hann hafi komið þarna. En Notting Hill er ekki jólamynd. Nei. Býtu, er það eitthvað að grínast? Ég held ég viti hvað myndu úr talum. Jú, ég held að... Nei, Notting Hill er ekki jólamynd. Nei. Sko ég nú... Hvað er alltaf að liða að horfa? Þú veist sko að ég er sérfræðingur í rómantískum gaman. Já, þetta er ekki jólamynd. Ég ekki svo svara, ég held að sé talin sinni jólamynd. Nei, hún er ekki jólamynd. Ok, já, á það sem aðum var.
Ég ætla að segja þá, ég má segja en það er bara búið. Jú, það er önnur mynd, ekki þetta. Birta, ég ætla að segja Birta fara inn að íslenska. Birta, Já, hún var tekin í sína 3 hluta en hún er bíómynd sko. Okay. Og sýndi 3 hlutum, þetta er Birta, íslenska jólamynd. Þannig að vildi ég svona sína kannski kollegum mínum, leikarum íslensku. Nice touch, nývinniðinir. Já, það er ok, skrítið, ég held að núna sé margir að hlusta og segja, jú, á Bota Boy og Notti Killur í jólamynd. Nei, ég er að segja, ég held að margir sé að hlusta og segja. En hvað þekkir marga sérfræðingar í rómantískum gamanmyndum? Einn, því miður, já. Right over there. Sko, það er kannski Holiday myndin það sem að þau það sem þau skipta húsum. Já, það er Holiday. Það er Holiday, já, það er Býtaðis. Ég var alveg séð fleiri jólamyndir. Hvað er þetta, maður? Og ekki Kevin Hart einhver. Elf. Það varstu klókur. Já. Ég var með hann alveg hann. Nú var ég með hann stimplað inn og nú var hann dottin út. Já. Þá ætla ég að fara í eina býtu nú við. Ég fer í það er Nei, ég er ekki með það. Við skulum bara glemma þessu. Það er þannig. Ég held það. Ég er bara var með elf sko. Auðvitað varst þú með elf. Tókst það að með maður. Býtu. Ef að segja herðu, já, á sjálfsögðu. Já, hvað? Express. Já, Polar Express. Polar Express. Polar Express, já. Polar Express, já, þú ætlar að lega þess að sletta. Já, það var bara svona lengi. Ég veit ekki að þessu. Polar Express Þið eru náttúrulega ekki Tim Allen menn. Jú ég er það Tim Allen. Ég man ekki hvað hann hét. Ég var að hugsa það. Tim the Tuga. Hallægin heimilisfæðir. Já. Hvað hét myndin með Tim Allen? Nei, ég ætla ekki að hugsa um það. Nei. Það má ekki vera að ætlar að hafa þetta á Polar Express. Ég ætla að fá að setja 10 sekundar shot clock. Secret Santa. Já, kom út þarna hvenær kom hún út? My Secret Santa og snálátti 25 kom út. Hún var að koma út. Hvernig hittur á hann? Hann er bara að segja eitthvað. Þetta er besta herri sem ég veit um. Þetta er mynd. Já. Hún var að koma út á Netflix. Wow. Alltaf maður fara þá ekki A Merry Little Xmas. Nei, það er A Merry Little Xmas. Það er einhver Ég er að segja ykkur að við getum bara haldið áfram að líta út til mynd sem heitir A Merry Little Xmas. Skrifaði Merry Little Xmas movie. Ég er alltaf að reyna að bera virðingu fyrir leiknum minna. Þetta er 2005. Það er í gangi. Herði, við getum bara gleymt þessu. Þetta er flott. Er þetta ekki bara játtöfli? Tökum bara játtöfli. Er þetta ekki bara játtöfli? Það er bara að þvæla sko. Já, Grins. Love Actually. Já, það var Love Actually sem ég var að leita. Það var Love Actually. Já, þú varst að leita henni. Það var Love Actually. En ég blandaði tveimur þarna. Holiday, nei, hérna Bota Boy og Notti Killur. Já. Þú gerir það skemmtilega. Love Actually var myndir sem varst að leita. Ég held samt að margir séu núna að hlusta og mig alveg setja hann á doktorinn eða eru sammálan að það er ekkert að vera saman. Notti Kill séu þannig í jólakresi. Það var bara eins og ég myndi segja að Talladega Nights var í jólamynd. Það er bara, það meikir ekki sens. En mynd sem að ég var að vonast eftir að heyra er Jingle All The Way. Já. Arnold Schwarzenegger. Hvað hétt Tim Allen myndin? Hún hétt Santa Claus. Ég er að segja ykkur að við getum að Santa Claus. Það er potið þeirri mynd til sem heitir Santa Claus. Og svona hafa ekki einhverja myndir svona komið í einhverja jólaútgáfum hér og þar. Ég bara horfði svo lítið. Ertu að meina að þá sem myndir sem eru spennumyndir en eru síðan jóla? Nei, kannski er þetta ekki svo marga myndir. Ég myndi halda að ég sé á under 1,5 árið 2025 á myndir horðar á. Já, ég er bara pottið þar. Ég hef gjort á einustu mynd. Nei.
Ég fór með Daniel Ólafssoni í Bíó 2022 á John Wick 4. Já. Það er síðasta mynd sem hún sást í bíó. Sú mynd ætlaði bara aldrei að enda. Nei. Já. Ég var bara, nú, þetta hlýtur síðasta gæði sem hann drap. Nei, hann bara drap endalust og ég var að fylgjast með einhverjum Everton leika og liveskora með hann. Nei, Daniel eru aldrei beðum að koma í bíó. Þannig að, já, svona, Trading Places, það fyrir ykkur jólamynd? Trading Places. Geggju jólamynd, maður. Er það ekki Eddie Murphy? Jú, Dana Kvöld, Eddie Murphy. Scrooge, frábær jólamynd. Þannig að maður er svona aðeins að Gremlins, það var gerð jólamynd Gremlins, brilliant jólamynd. Svo kannski besta jólamynd allra tíma, Wonderful Life. Og hún skulle ekki verið að koma þannig. Það reyndi ég með... Þetta er 100 ár síðan. Já, Miracle on 34th Street er á sama kategóru. Já. Þannig að ég held að þið geti bara báðu verið nokkuð ánæði með ykkar framistöðu. Leifa mér að vera nokkuð sáttur. Já, það er ekki margt sem að það er alltaf inn í hjá. Já, það er alltaf inn í. Þannig að, og er engar íslenskar? Þú komst með eina Birta. Birtu. Já. Er ekki margar þarna fyrir íslenska jólamynd? Við ættum kannski bara að fara í eitthvað svoleiðis. Vera með eina klára á næsta. Já. Jólamynd, jólabíómynd. Ég held að sé bara ekki. Þetta er svolítið áhugavert. Aldrei verið gerð alvöru svona íslensk jólamynd. Bergmál segir ykkur. Já, ég hef nú ekki heyrt það. Ég hef ekki heyrt það. Desember, það er eitthvað mynd sem heitir Desember. Já. Nú Opinberun Hannesar. Nei. Það er glufa. Já. Við erum að skoða þetta. Já. Skoða þetta. Ég myndi láta myndina fjalla drák, mamma og pabbi skilja. Já. En þau taka saman rétt yfir jólin og þau halda öll jólin saman. Og enda svo kannski saman. Enda svo að tilkynna. Og þannig enda mynd nummer 1, svo mynd nummer 2, þá skilja ég aftur. Þá er afturfarin í sundur. En þá er hann svolítið heppinn. Já. Að mammans kynnist leikmanni Tindastóls. Og flytja saman á Sauðárkrók. Já. Tyrone. Nei, bara Magnús Hansson eða eitthvað. Hvað þessi klámhundur hliðin á mér hefði afsikið þetta. Dóttarfútból þakka fyrir sig, verið sæl.